heyrið í mér. Það er mér ljúft og skylt að ræða aðeins þetta efni. Hvað getur þú gert þess að stuðla því að fyrirbyggja og fái krabbamein? Ég nota oft þessa mynd, svona hafís, vegna þess að það er þannig með krabbamein að eins og með hafísinu við sjáum bara hluta af súdónum og hafísinu það er 90% undir og ég ætla svona aðeins að reyna að kafa undir yfirborðið hvernig þekkingin er. Fyrst bara átt að sjá því að nýgengi krabbameina sem eru staðlaða tölur sem sýna í raun hvað tilfellum með fjölga mikið, að þau hafa aukist það byrja 1% á ári á síðustu 50 árum, en það virðist eins og þetta standi í stað að aukningi við séum komin á svæði þar sem að verði ekki frekari aukning. Það sem meira er að dánartíðnin hefur lækkað lítillega, hún hefur reyndar ekki lækkað eins mikið eins og nýgengin hefur aukist, en þegar að krabbameinsskráningin byrjaði að þá létu cirka 2/3 af þeim sem greindust úr krabbameini, en í dag hefur þetta snúist við og það er cirka 2/3 sem að læknast og lifa. Og hvað getur þú þá gert til þess að fyrirbyggja að þú fái krabbamein? Þetta er stórt spurt og það er kannski fátt svör. Ég ætla svona aðeins að fara yfir sviðið mjög hratt og í sumt kannski aðeins meir. Vandamáli sem við glímum við í dag er að það er svo mikið af upplýsingum sem að koma inn. Alls konar vísindaransóknir, sumar upplýsingarnir eru misvísandi og maður verður alveg ruglaður. Ekki borða jurtaolíur, ekki drekka mjólk, ekki drekka mjólkurafurðir, tómatar eru góðir og stundum er fitan góð og stundum er hún ekki góð. Þannig að vísindamaðurinn það er eins og hann sé að stýra bara einhverju vél og niðurstöðurnar komi svona hipsum haps og fólki í landinu veit ekki hvað á að gera. Og það sem meira er að það er svo mikið upplýsingum til að maður getur sortera þær upplýsingar til sín sem að passa manni sjálfum. Og þá stöndum við illa ef það er ekki hægt að koma með gagnreyndar upplýsingar sem allir geta stuðst við. Og það sem ég ætla að gera hér er að svona aðeins að sýna ykkur þær upplýsingar sem virðast vera ábyggilegar í dag. Helstu áhættuþættirnir 1981 þá settu þessi menn Doll og Pito fram ákveðna hugmyndur það hverju væri helstu áhættuþættirnir. Menn hafa deilt það síðan hvort að þetta módel þeirra sé rétt, en þetta eru helstu áhættuþættirnir. Þetta módel hefur staðist þó að það séu 30 á liðin með smá breytingum. Það eru fæðutengdir þættir sem eru mikilvægastir, það eru reykingar, það eru sýkingar og ýmislegt annað. Þessi mynd sýnir hvernig hinn og þessi krabbamein hafa breyst í tíma. Sum hafa lækkað eins og magakrabbamein, önnur hafa vaxið mjög hratt eins og krabbamein í ristli og krabbamein í ristli, brjósti og blöðruhálskirtli, en önnur ekki eins hratt. Svona mynd segir okkur að þetta er sjúkdómur sem hægt er að hafa áhrif á. Ef einhver sjúkdómur er þannig að sumir eru að aukast og aðrir að minnka, þá er þetta umhverfisþættir sem eru undirliggjandi og það er hægt að skilgreina einhverja þætti sem í hegðun fólks sem getur haft jákvæð áhrif og það breyta og minnka nýgengi krabbameina. Það er ekkert að ég ætla ekki að fara mikið í neysluvenjur, en bara átt ykkur á því að mjólkurneysla hefur minnkað gífurlega mikið á síðustu árum. Frá því að mjólk var algengasti drykkurinn yfir í það að Coca-Cola og slíki drykkir eru orðnir algengari drykkir hjá ungu fólki heldur en mjólk. Sykurneyslan hefur aukist gígantískt sérstaklega framan af og í dag er það þannig að meðaltali þá er hver einstaklingur að borða 50 kíló af hráum sykri á ári. Við vitum út frá Japan að Japanir sem eru búsettir í Japan og Japanir sem hafa aftur flust til Bandaríkjanna að það verður geysileg breyting bara við það skiptum umhverfi. Þetta sýnir Japani sem hafi voru búsettir í Japan 1970, Japan er búsettar þar 1990 og svo aftur Japan í Bandaríkjunum. Og við sjáum að það er smá aukning á sumum krabbameinum í Japan, en leið og Japanir flytjast eitthvað, þá breytist allt saman. Allt munstri breytist. Sum krabbamein vaksa rosalega, en önnur fækkar, eins og magakrabbamein. Ef Japanir fara til Bandaríkjanna þá fækkar magakrabbameinu, sem segir okkur það, þetta er umhverfissjúkdómur. Annars sem enn þurfa átt að sjá að krabbamein
er ástand sem tekur áratugi að þróast. Sumir segja að fyrstu frumuskemmdirnar að þær eru settar þegar einstaklingun er mjög ungur og svo líða áratugir og oftast gerist ekki neitt. Langflest okkar eru fullorðins fólks eru með krabbameinsfrumur í sér einhvers staðar. Þetta er bara spurning hvort það er ná að vaksa fram eða ekki. Þannig að ef mann ætlar sér að vera stund eitthvað sem heitir fyrirbyggjandi aðgerðir, þá þurfum mann að byrja mjög snemma. Og við skulum átta okkur á því að máttur líkamans til þess að endurnýja sig er miklu meiri en við gerum okkur grein fyrir. Og Richard Dawkins, sem er prófessor í að miðla upplýsingu til almennings í Bretlandi, hann hefur bent á að þegar maður er 15 ára gamall og þegar maður er 50, þá er engin sameind í manni þegar maður er 50 sem var í manni þegar maður var 15 ára. Það sýnir hvers konar ótrúlega breytingar er að gerast í mannslíkamanum yfir ævina. Og það er það sem við leggjum áherslu á í dag. Líkaminn getur gert við alls konar skaða. Þetta er spurningin hvernig við hjálpum líkamannum að lækna sig sjálfur. Þetta er svona áhættan í sambandi við krabbamein. Við getum lifað alls konar áhættulíferni, við getum reykt allt lífið, við getum stundað sólböð allt lífið og við getum nefnt í kjarnorkusprengju og við fáum samt ekki krabbamein. En svo getum við líka reykt lítið og við fáum krabbamein. Þannig að þetta eru tilviljanir. Við getum fengið erfðaþætti, við getum lifað óhollustu og við getum getið grammeti allt lífið en við fáum samt krabbamein. Þannig að þetta eru alls konar tilviljanir hvað líkaminn gerir við og hvað hann gerir ekki við. Og það eru slíka tilviljanir sem gera það verkum að sjúkdómurinn kemur fram og spurningin er hvernig getum við reynt að hjálpa honum að gera við það sem hann þarf að gera við. Ég get ekki farið í allt en það er ofboðslega mikið af alls konar villum sem við erum að fá upplýsingar um. Og það er að koma betur og betur fram að mikið af þessum villum þess standast ekki. Það er að koma betur og betur fram, dýrafita, það er ekkert samband á milli dýrafita og krabbameins. Það má borða dýrafita sem á vill og það er ekkert samband á milli. Dýrakjöt, það er ekkert samband á milli krabbameina yfir höfuð og dýrakjötsneyslu. Aftur getur skipt máli hvernig kjötið er matreitt. Hvort það er grillað eða sett út í það aukaefni, þá kannski verður það öðruvísi. Það er ekkert samband á milli mjólkurafurða eða mjólkur og krabbameins, ef eitthvað þá er það vendandi áhrif. Það getur verið breytilegt eftir sjúkdómum, það er kannski eitthvað pínlítið samband á milli mjólkur og krabbameins í blöðruhálskirtli, en fyrir öll önnur krabbamein er ekkert samband á milli. Ég ætla ekki að fara í það laufi fyrir ég geta betur eftir. Ávextir, það er ein bábiljan í viðbót. Það er sagt að ávextir og grammeti séu vendandi, það er engin vend í grammeti og ávextum. Ég fyrir betur í það, ég ætla að sýna ykkur gögnin þar. Andóxunarefni, það er engin vend í andóxunarefnum. Við getum rætt um þetta betur og eftir. Þetta er rannsóknin sem ég er að sýna ykkur. Það er að koma fram stóra rannsóknir á ávextum og grammeti. Miklu stærri rannsóknir en við gerum ykkur grein fyrir. Ein rannsóknin er svokölluð EPIC rannsókn, þar sem 500.000 einstaklingi í Evrópu hefur verið fylgt eftir í lengri tíma. Menn hafa mælt hvað fólki hefur verið að taka þegar rannsóknin byrjaði og svo reglulega fylgst með fæðutökunni. Og síðan geta við skráð alls konar sjúkdóma. Í þessari rannsóknin eru núna 500.000 manns, þar hafið 30.000 sem hafa greinst með krabbamein. Hinni rannsókninni sem er miklu eldri í Bandaríkjunum, þá hafa menn líka verið að fylgja eftir mjög stóru þýði, kortlagt á nákvæmlega sama hátt neysluvenjur og svo eru menn að skoða í tíma hvað hefur gerst. Og því miður er það þannig með ávexti, ólíkt því sem við bjöggumst öll við. Ég bjóst við því að ávexti væri vendandi, ég bjóst við því að grammeti væri vendandi, en í þessum rannsóknum þá sýnir það sig, og það eru konar 3 stóra rannsóknir núna sem alla segja það sama. Þetta er 1 ávextur, þetta eru 2 ávextir, 3, 4, 5, 6, 7, 8 á dag. Þetta eru krabbamein. Ef að línan er 1, þá skiptir ekki að máli. Ef það er fyrir neðan 1, þá er vend í því. Ef það er fyrir ofan 1, þá er engin vend í því. Ef það er fyrir neðan 1, þá er vendin, ef það er fyrir ofan 1, þá er það hættulegt. Hjart- og æðasjúkdómar, það er vend með ávöxtum. Grammeti og ávöxtum. Krabbamein, við sjáum ekkert slíkt samband. Hins vegar má ekki gleyma því að ávextir og allt þetta, það getur verið að sé ykkur efni í þeim. Það getur verið líkópen í tómötum, það getur verið ykkur undirefni í þessu sem verið vendandi. En ef maður horfir á flokkin sem heild, þá
þá ekki vernd í honum. Maðurinn hefur þróast frá því að vera dýr sem að hreyfði sig mjög mikið, var stöðugt og hreyfingu, dýr sem var lent í svelti, og við höfum valið út einstaklingar sem að þola einstaklega mikið svelti, þannig að ef þeir lenda á kaloríufyllinni þá verður það svona. Og það er það sem er að gerast, að íslenska þjóðin er að breytast. Þetta sýnir bara umpólun hjá ungum karlmönnum, hvað offfitan eða það að vera í yfirþyngd hefur aukist mikið á örfáum árum og offfitan gigantist. Það ég tek þetta fram er vegna þess að það kemur í ljós að það er miklu sterkara samband á milli inntöku á hitaeiningum og krabbamenn sem við gera sér grein fyrir, en það eru hitaeiningar drifkraftur fyrir frumuskiptingar. Og krabbamenn koma helst í vef þar sem frumuskiptingar eru í gangi. Þannig að það er minnst 200-250 af þeim krabbameinstilfellum sem greinast á ári sem á rekja til þessa, sennilega meir. Það er skipt samband á milli ofnæringar og krabbameins, sérstaklega að það er verið sífellt að taka inn næringu, og það eru ótal dýralandsóknir, nánast í sama hvaða dýri er, að það að takmarka kaloríintöku, það lengir líf og dregur úr áhættu á krabbameini. Ég get ekki sýnt þessu gögn. Þannig að það sem ég ætla að tala um núna, það eru þessar meðalhófsreglur sem að við getum nýtt okkur til að hjálpa líkamanum að hjálpa sér sjálfur við það að fyrirbyggja það að við fáum krabbamein. Það er engin trygging fyrir því fáum ekki krabbamein, en þetta er svona ákveðna leiðbeiningar. Þetta er byggt á leiðbeiningum sem hafa komið annar staðar frá, sem ég hef svona lagfært aðeins að þeim upplýsingum sem er að koma fram núna. Í fyrsta lagi, vera í kjörþyngd og forðast ofneyslu á hitaeiningum, jafnvel fara stundum í tímabundið takmörkun á inntöku hitaeiningum, jafnvel að svelta af og til. Stunda líkamlega áreynslu daglega og eins oft og mögulegt er. Ég kem betur inn á það af hverju það er að koma betur og betur ljós að það eru forvarnir sem felast í því. Neyta reglulega fæðu sem inniheldur mikið af omega-3 fitusýrum, það er þessar fitusýrum sem við fáum í fiskaríkinu, síld, lax og svo framvegis. Neyta reglulega fæðu sem inniheldur mikið af fituleysanlegum vítamínum. Neyta reglulega fæðu sem er ríkulega í mikilvægum fæðuþáttum. Það geta verið líkópen og ýmislegt annað sem ég ætla ekki að fara í núna, jafnvel andónssönnurefni, þó að þau per se hafa ekki sýnt vernd. Njóta útiverunar. Ljósið er afl sem við höfum vanmetið. Ljósið stýrir líkamsklukkunni og líkamsklukkan stýrir viðgerðarkerfi líkamans. Þannig að bara fara út í ljós, þá fer viðgerðarkerfið í gangi í okkur. Njóta hvíldar og svefns, viðgerðarnar eru langmestar á nóttunni líkamannum. Þannig að það að virða svefnin, þá erum við að hjálpa líkamannum að gera við skemmtir. Forðast þekkta krabbameinsvalda eins og tóbak og svo framvegis. Ég ætla ekki að fara í það mikið. En það mikilvægast að það er að njóta lífsins. Lífið er svo stutt, við verðum bara að njóta þess. Og ef við njótum þess, þá lifum við betur. Allt sem ég hef sagt hér, það gildir líka þá sem hafa greinst með krabbamein. Þeir eru að nota þessar meðalhófsreglur. Það eru öfgarnar sem eru verstar. Og öfgarnar hafa náttúrulega komið frá okkur og stundum er það leikmenn sem taka þær yfir og gera öfgarnar ennþá meiri. Og hér eru nokkrar öfgar. Forðast neyslu af mjólk og mjólkurafurðum eru öfgar. Forðast neyslu af dýrafitu eru öfgar. Forðast fæðu sem er með lágt sýrustig er öfgar. Forðast unnin matvæli eru öfgar. Neyta basískra fæðu sem vernd eru öfgar. Neyta lifandi fæðu eru öfgar. Það er ekkert samband á milli þessa þátta og vernd gerir krabbameini. Það sem er að koma fram núna, að í öllum frumum er orkunemi. Orkunemi er fyrirbæri sem skynjar það hvað líkaminn á að gera. Á hann að gera við, á hann að byggja upp. Orkunemin fyrir í gang ef við hreyfum okkur mikið og orkunemin fyrir í gang ef við takmörkum inntöku og hitaeiningu. Við það, þá fara alls konar kerfi í gangi í líkamannum sem gera við og hindra frumuskiptingar. Þannig að ef við virkjum þetta tvennt sem er lykilatriðið, þá er minna krabbamein. Ég sé að ég er löngu farin yfir tíman og ég ætlaði líka að leysa ýmis vandamál.
Þannig að ég ætla að halda áfram í 2 mínútur viðbót með ykkar samþykki. Krabbamein hefur aukist við 50% á síðustu 50 árum. Við vitum ekki af hverju. Við vitum auðvitað að það eru áhættuþættir eins og tóbak og ýmislegt annað, en í raun vitum við ekki af hverju þessi aukningur er orðið. Hér er frasi sem ég tek upp. Það að ganga er besta meðferðin. Líkamlega áreynsla er besta lífið. Besta læknisfræðilega úrræðið. Ég vildi óska þess að þetta var í mín orð. Þetta sagði Hippokrates fyrir 2400 árum síðan. Og þetta er náttúrulega, þetta er gullna reglan. Við eigum að hjálpa líkamannum að hjálpa sér sjálfur, frá náttúrunnar hendi erum við gerð sem dýr sem á að hreyfa sig, en við hreyfum okkur ekki. Ekki nægilega mikið allavega. Með því að beita þessu kerfi, þá erum við að virka orkunemann sem að hjálpar okkur við alls konar viðgerðir. Ég er búin að fara opaslega hratt í sögu, ég veit að ég er að vekja miklu meiri spurningar en ég get svarað, en þetta er mín samantekt. Hjálpa líkamannum í því að lækna sig sjálfur með því að fylgja svona meðalhófsreglum, forðast öfgar og njóta lífsins.